Hann 12'5", 1,75 á hæð og 70 kíló. Þannig að það svona það helsta Thomas Murris. Já, þetta spennandi því að Vítali sýndi okkur það á síðasta kvöldi að hann getur svolítið allt og hann hættir ekki. Hann með svona fynd í lagi. Efnilega, og ég ekkert svo viss að Thomas Murris hafi rauninni mætt andstæðing sem sko jafn ákafur og Vítali. Jafn góður í glímu og jafn ákafur og Vítali Korčák sem representar Reykjavík MMA í kvöld. Hvað hefur Vítali búið hérna lengi aftur? Hann kominn í kannski svona 3 ár. Þannig að hann kemur úr stríðinu? Hann kemur úr stríðinu. Einmitt. Hann hefur rosalega sögu að segja hvernig hann flúði stríðið og svo framvegis. Það eiginlega bara átakanlegt. Ég mæli eiginlega með sko að hlusta á þáttinni á 5. lótunni þegar Vítali að lýsa þessu öllu saman. Þetta bara svo fjarstækjandi raunveruleiki og bara breaks your heart. Vá. Þetta ótrúlegt. Vítali... Þetta léttvigt, 70 kíló. Já, upp á... Mikið hraði, upp á léttvigtatitilinn. Þetta oftast sko... Þetta svona skemmtilegu þyngdarflokkur sko, þú veist, það eru rótök líka. Sástu þið, þurftu að vefja hann upp á ný? Já, dómarinn hefur eitthvað verið ósáttur. Já, fílaði ekki vafningan hans. Já, stráng heiðalegur skosku dómari hérna verð. En Thomas Murris æfir undir Aldrich Cassata sem svona old schooler. Aldrich Cassata í dag svona eitthvað hverfisetja þarna í Fraklandi, 45 ára, endaði prófferilinn 2-1 og hann svona, ef við setjum þetta í íslenskt samhengi, eitthvað svona Gunnar Nelson Kópavogs eða eitthvað svoleiðis. Já, ég skil. Og hann elur upp frekar mikið af flottum strákum. Það virðist nú ennþá verið eitthvað örlítið patana en við vitum ekkert. So we don't leave the audiences in full uncertainty what is happening. Arnar að reyna að komast að því. They have a problem with reps, so they are dealing with the reps. Yeah. So the referee is, like I said before, he is in charge. He says completely, and he has already told the fighters how to prepare the gloves. And so we are really happy that he is keeping everything safe and doing it per right. Ég spyr mig hvort að þeir hafi vafið lóan á honum með eitthvað djöfulan sko. Já, það hefur verið eitthvað vafning sem komið inn undan hanskanum sko. Þannig að þá taka hanskan af og klippa aðeins betur. Svo þessi skoski með stáltaugar, ég held að það ekkert meira taugadrekkandi en að vera með 1700 manns í salnum. Já, og vera bara herri, við ætlum aðeins að kíkja á þetta. Já, og horfið aðeins á mér en að losa þetta iðnaðarteyp hérna. Þetta ekki verið hvert sem Nei, heldur ekki. En Vítali glímumaður, hann hefur keppt í freestyle wrestling. Freestyle wrestling, hann með 200 freestyle wrestling viðureignir undir beltinu. Það ansi mikið. Það mjög mikið og ég held að Thomas Murris muni vera sko hálf hissa hvað Vítali getur tímasett skotið sín vel. Já, við sáum það líka á síðasta kvöldi að ef hann vill ná manni niður þá nær hann honum niður. Já, og ég veit ekki hvort að Thomas Murris hafi fengið memóið sko, en þú mátt eiginlega ekki sparka. Já, af því þá grípur hann. Hann grípur það. Jæja, við sjáum hvað gerist hér. Nefnilega. Is here. Okay, ladies and gentlemen. Ætla hann kominn á hana úkraínska Eurovision-legin. SOG Korčák. Já, Vítali komur upp stigann. Hann coming home. Hann kominn heim. Hann kominn heim. Vítali hefur náttúrulega verið bara ótrúlega spennandi síðan hann kom til landsins. Við koma svona í svona óvissu ástandi inn í Reykjavík með mat, eiga ekki peninga, dvalarleyfið í vinnslu, en þeir verða bara að fá að æfa. Stefnan var upprunalega sett til Bandaríkjanna. Það var málið, en þeim bara leið það vel heima á Íslandi og í Reykjavík MMA. Þeir bara, við þurfum ekki að fara neitt lengra, við erum bara góðir hér. Já, það? Já. Það gaman.
Það virkilega skemmtilegt, þannig að hann æfir MMA og Jiu-Jitsu í Reykjavík MMA en fer til Nikita og strákan í Boðatýr í Kópavogi fyrir boxing. Já, það góð þjálfun sem menn þeir að fá þar og náttúrulega Nick sem þjálfarinn þar, lenti í 3. sæti á Evrópumeistaramótinu og alvöru gaur. Já, hann þarna með bróður sínum í svartabólnum, það Roman Gorsiak, 16 ára gamall, þó hann lítinn út fyrir að vera 24. Ekkert vesen á vapningunum hans Vítali, allt í tipp-topp ástandi. En það sem hann mun vinna vel með Vítali hérna að hann vill alltaf vera betri strækjar. Hann að reyna að vera all-around góður bakamaður og vill vinna á öllum sviðum. En hann hefur alltaf þetta plan B í bakhandinu. Sem bara keyra í gólfið. Keyra í gólfið. Og hvernig eru uppgjáðutökin? Þeim fer batnandi. Já. Hann mjög góður að stjórna mönnum og gerir það í svona þessum úkraínska, austur-evrópska stíl. Það bara bakið eða front headlock. Já, einmitt. Og hann hoppar aldrei í eitthvað svona submission attempts og gefur stöðu og gefur bossi. Hann gefur ekki bossstöðuna, hann heldur bara áfram í dominantu stöðum. Það alveg horfið úr MMA, menn bara taki botsstöðuna og vilja berjast á botninum? Já, ef þú ert með einhverja greindavísutölu. Já, einmitt. Are we ready for a lightweight title? Glacier Fight Night lightweight title, ladies and gentlemen. And now, introducing first, fighting out of the blue corner, a 24 years heavily experienced mixed martial artist who has been training ever since he was a child, holding an amateur record of 12 wins and 5 losses. He stands 175 centimeters tall, weighing 70.3 kilos. Fighting out of Boxing Squad Nice, France, training under Aldred Calzada, a former Irana Elite Championship champion, a European Nogi EBJJF champion, presenting the Glacier Fight Night lightweight wire title contender, Thomas the Magician Murrays. Trommur, brjálaðar trommur, dómur og herrar. Now, introducing us, fighting out of the red corner, a mixed martial artist with 8 wins, no losses, a gold medalist with over 200 matches in wrestling, a Ukraine MMA champion, from Kharkiv, Ukraine, a unique fighter with an incredible story. He stands at 183 centimeters tall, weighing 70 kilos. Fighting out of Reykjavik MMA, Iceland, presenting the one and only Vitaly S.O.G. Gorsiak! Jæja, ætlaru að gerast á djarfur að vera með spá hérna? Ég ætla að segja Vitaly the distance. Vitaly vinnur 3 lótur. Protect Easy yourself pace. at all times. If you want to touch gloves, do it now. Þetta commentator kursið sko. Já, ég veit það. Það lás á búrið sko. Það Okay, spenna let's í go. loftinu maður. Vitaly opnar með front kick. Þetta byrjar varlega. Við sjáum hérna að Vitaly hefur greinilega bætt spörkin sín töluvert. Og vill svona láta reyna á það. Dómarinn segir strákunum að passa upp á puttana. Vill ekki sjá neinn Svona aukpott. bara slá stungun út sem svolítið svona opna hönd og... Þetta flott switch kick hjá Vitaly þarna. Hann svolítið að þróast sem barndamaður. Gott distance. Yfirhandar. Hann feikaði felluna og fór svo í yfirhandar.
Vítali eins og við sjáum berstu þetta í Southpaw stöðunni. Skýtur í fellina. Hérna sjáum við smá wrestling. Þarna var glæsilegt wrestling. Múris þarna ætlaði að hoppa í gíðundsjókið en Vítali fór réttu megin út. Þetta er sérstök tegundaskák sem hérna í gangi núna. Heldur betur. Múris að reyna að svona tróða sér undir hann til þess að geta komið löppunum á milli þeirra. Já, nefnilega. Vítali losar hausinn. Ef maður losar ekki hausinn þá getur maður alltaf reynt að fara í one flute choke. Sjáðu Vítali hérna stjórnar gríðarlega vel. Ég hefði á tilfinningunni að Tómas Múris sé ekki að fara langt. Nei, hann virðist geta verið þarna alveg í allt kvöld. Vítali vann ADCC í Pólandi í fyrra, tók gullið í svona intermediate flokki. Sem er svona með sterkari mótum sem þú getur glímt á. Hann er að reyna að komast þarna í mántstöðuna, vill komast báðum löppunum, klofa yfir hann. Á meðan Müller vill ná hinn í löppinni, hann er í kringum Vítali. 30 sekúndur eftir að lótunni og þetta er bara lota Vítali núna. Mjög dóminandi lota, sýnist. Er eitthvað sjáum illa hvort að sé að ná einhverju taki þarna? Já, hann virðist bara að vera stjórn á hausnum. Freymar þarna vel, bara háls, olnbogi í hálsinn. Hann er ekkert á því að leyfa Múris að standa upp. Bara halda hann þarna. Nú þarf hann bara að passa sig að fá ekki hausinn í. Þeir börjast bara alveg að síðasta buzzer. Þetta var bara eins og Elvar Friðriksson í gær, sko. Nánast. Já, alveg á buzzernum bara. Á buzzernum, sko. Þetta var kannski ekki mjög mikið af hlutum sem gerðist í þessari lotu, en Vítali kom honum auðvitað niður, hélt honum þar. Já, en kannski enginn eitthvað alvarlega skattaður eftir þetta. Nei, svo sem ekki, en það var svona það sem við var að búast, sko. Það er þessi stjórn sem að glíman hans Vítali og hans takt að bjóða upp á. Það er rétt. En það gleður okkur að það séu komnir stólar inn í búrið. Ég tók eftir því, það var mikill munur og maður fann að það var mikill léttir yfir barndamönnunum. Sjáum hérna í endursýningu. Þarna er held í fellan. Nei. Jæja. Lota 2. Ég er að fíla hann dómara. Já, hann er strángur. Hann er strángur. Það er ekkert kjaftæði. Þetta er bara svo UFC, Big John McCarthy var svo strángur að bardamennir voru lofandi hræddir í búrinu. Já. Sjáum við það. Tómas Múris. Hann fer bara í fellugað Vítali sem sprólar glæsilega beint í front headlock. Og þetta er góð rúlla. Flottu snúningur hana, en hann kannski hafði ekki erindi sem erfiði. Ég held að Tómas Múris sé að átta sig á því hvað er erfitt að glíma við Vítali. Já, hann er sant. Ekki slá aftan á höfuð, segir dómarinn. Önnur rúlla Tómas Múris, hann... Þetta... Já, hann ætla bara að hitsa við hann. Istanbul enda í nákvæmlega sömu stöð aftur. Ekkert sem að Vítali hefur ekki séð nú þegar. Hann er að gera þetta allt eftir svona austur-evrópsku bókinni. Mikill þrýstingur á ofan. Já. Og bara ekkert pláss til athafna. Já, og vílar sér ekkert fyrir því að setja bara olnbogan ofan á hálsinn á Tómas Múris. Þetta er svo óþægilegt. Það er allt óþægilegt. Það er ekki til þægileg staða fyrir Tómas Müller hann. Hann er einhvern veginn teygður og undin er svo tuskað hann að einhverju einustu hreyfingu. Þannig komum með underhookinn vinstra megin, þar sem við vorum að kalla eftir áðan að Jón Dansson Francisco myndi gera. En bara staðan hjá Vítali lokar alveg á þetta.
Sjáum hvað Vítali gerir þetta vel. Hann er alltaf inn fyrir bícepinn þegar hann að stjórna. Og nú heldur hann áfram að reyna að bæta stöðu sína hægt og bítandi á jörðinni. Vill komast í fullkomna yfirbúrastöðu. Sér hann líka mjög góður að þykja svæfan sko. Gerir ekki neitt í smástöðun til stendur upp og hákemur höggið. Já. Þá er ég að tala svæfan sko. Þetta er frasjóboxi. Já, svona dálegan. Dálegan, einmitt. Hata góða, einmitt. Hata góða. Tómas Múris reyna að standa upp. Hann bara ekki með svör við þessum þéttleika. Frá Vítali Korsjak. Þeir hann í Dagestan handcuffið. Þetta Já, það nú ekki gaman að vera undir þessari úkraínsku martröð hérna. 10 sekundur eftir að lótunni. Já. Og virkilega dóminerandi nota hjá Vítali Korsjak. Já. Sem hefur líklega, megum við segja 10-8 aftur. 10-8 aftur, svona. Látið þið heyri ykkur. Ég hugsa, oft finnst mér í 10-8 lótum að þurfa að vera skaði, sko. Já, en ekki bara stjórn. Ekki bara stjórn, en ef einhver dæmir þetta 10-8 þá ætla ég nú ekki að fara að yppa neitt gogg, sko. Það er eiginlega ekki sjón að sjá Tómas Múller sem bara hristir hausinn til hliðar og virðist nú vera svolítið búinn að missa trú á þessu verkefni. Það er bara þarna hvítt hanglaði, það er ekkert karartanglaði hérna, sko. Nei, þetta er strangheiðalegt. Strangheiðalegt. Þetta er stíll sem við sjáum rosalega mikið frá Austur-Evrópu. Er það þessi glímuhefð sem þú byrjar að glíma sem barn sem skilar þér í þessu? Það er bara að þú kemst ofan á og það er ekki hægt að losa við það. Já, það er svolítið þannig. Enda Vítali byrjaði einmitt eins og segir að glíma 5 ára gamall og þeir eru bara með svona bara sports college. Þú fer bara í íþróttaskólan. Já. Nú hlýtur Frakkinn að ætla að gera eitthvað aðeins öðruvísi en í síðustu lótum. Já, dómarinn gefur hérna Vítali Korsjak orð í eyra, segir hann að loka höndunum. Új. Spurning hvort að Vítali hafi sparkað þarna. Nei. En allur var einn góður. Já. Þegar kemur að djásnunum, sko. Heldur betur. Jæja, nú finnst mann sem svo Vítali sé aðeins að vaksa fiskur rygg og... Já, þarna var það, sko. Jæja. Guð minn góður hvað hann gerir þetta vel. Þetta er svo vel tímasett. Easy, sko. Engin hætta. Nú er spurning hvort að Vítali vil ekkert prófa að bara setja upp eitthvað one flute choke gegn Múris. Grípa bara utan hendina sem verða yfir hausinn á honum og fletja hann út. Og taka Kimura það? Taka one flute chokeið. Já. Þetta er bara meira því sama og mér sýnist þú ætla að vera drullu samspáð hérna Ronny, sko. Já, það ekki? Jú. Maður hefur stundur rétt fyrir sér. Tómas Múris gerir hann heldur ökklanum á Vítali, passar að hann kemst ekki framhjá úr hafgardinu. Þá myndi þessi stað að versna töluvert. Hann að muna litlu. Náði næstu að snúa vöðumálum niður. Sýnist. Flott groundaband þarna hjá Vítali. Tómas Múris törtlar. Spurning hvort að Vítali vil ekki reyna að fletja út mjaðmyndan hans. Þarna. Mjaðmyndan flatar. Hann fer tilbaka, dómarinn pælir í að stöðva bardagann. Og þetta er búið! Þetta er búið! Glæsilegt! Vítali Korsjak! Kemur í veg fyrir að ég verði sannspár. Já, en þetta var á leiðinni þangað. Sjáið þið. Dóminerans! Gleði. New champion of Glacier Fight Night.
Þetta var klínist. Þetta var bara toppglíma, betri glíma, þétt og þolinmæði. Það er það sem maður þarf að hafa í þessu. Passa að drífa sig ekki á mikið. Og nú er Finn á prikinu mættur hann inn til að setja beltið utan á menn. Það held ég nú. Okay, fighters, get in a circle in. When it was only 1 minute left of the third round, we had a winner with a grounding pound in the right corner, Vitaly S.O.G. Kozak, our own newest Icelander. What a fantastic match. How good they looked. Vitaly Kozak, congratulations on a perfect win today. It's your 9th win. How does this one compare to the others? Góða kvöld Íslandi. It was perfect. First of all, I want to give thanks to God, my family, my team. This is our victory. We could see you kick more, utilizing your kicks more this fight than you have done before. Is that something that you've been working on to develop as a fighter? Bro, I'm always working, always study something new because like while I'm here, I need to become perfect. I need to become better every day. Wake up earlier, train more, and thank you for this, my coaches. Were you always confident that you would get the finish? You dominated the fight in the wrestling, you did some kicks. Were you confident you would get the finish this time? You always need to be confident in yourself because you need to be confident in yourself. If you're not, you not come here in cage and don't fight, like you just live regular walk. And also I want to say like we have one guy, Oliver, in our gym. He died last month. He was very nice, very good person. And I want to say you guys like be more thankful for every moment that you have because nobody knows how much we will live. Somebody will live 50 years, somebody 10, somebody can die even tonight. So be thankful for every moment. Don't get mad. Don't get mad for your parents, kids, sisters, brothers, soulmates. Forgive them, share love. And I love you, Iceland. If somebody wanna come here and take this belt, I say the same what I say in interview. Kanski Nestaliva, guys. Oh! Vitaly Kozak, everybody! Kanski Nestalivi!